og það náttúrulega þá var barnakot lokað helgar þannig að sem náttúrulega alveg grillað atriði og þannig að börnin átti að taka sér frí í skólanum til að fara í heimsókn til foreldra sinna og það er náttúrulega bara svo rosalegt brot á börnum að þurfa að taka þau úr skólanum þar sem þau eru að mennta sig og læra svona. Algjörlega. Þannig að það var alveg leið og ég byrjaði þegar ég hringdi í Guðna og þegar ég hringdi í Jón og þá bara gerðist kraftaverk og þetta fór fljótt á stað og náttúrulega Páll Vingil var þarna alveg með þeim sko. Þannig að þú bara hringt beint í forsetann. Já, ég var bara svo bara ég ætlaði að láta þetta opna og ég ætlaði bara Þannig að barnakot það er eitthvað svona sko barnakot er náttúrulega bara eitthvað sem er á Litla-Hrauni og svo fyrir öryggisgæslufanga sem sagt þeir sem eru á Hólmsheiði og Litla-Hrauni þeir hafa það kom á stað núna á þessu ári að þá mega er fá 10 tíma heimsókn. Já, straight bara. Já, og þá erum við mætt klukkan 10 morgun og förum heim 8 kvöld og í gústaða tilfelli mannsins míns þá var það þannig að við fórum þá var honum skuttlað á Hólmsheiði frá Litla-Hrauni og það voru bara yndislegu tími en náttúrulega ofboðslega þungt að koma þangað með lítil börn og ég eiginlega bara ég let mig alveg hafa það í ykkur 8-9 skipti og svo þurfti ég bara að taka margra mánaða pásu bara, mér fannst bara bæði viðmótið bara ekki nógu fullkomið, mér fannst bara fangaverðir ekki nógu nærgætnir gagnvart börnum og en tek það samt fram að flesti fangaverðir eru nú alveg dásamlegir þannig að þú veist, ég er nú ekki kannski en þeir fara ekki dýnina kennslu og það er rosalega svona þegar einhver ungur maður eða kona taka á móti börnum sem eigi ekki börn, það getur oft farið svolítið svona öfugt ofan í mann. Já.